Fundarstjóri, í dimmum heimi ég loks ljósið fann. Ljósið varst þú og þér ég ann. Ljáðu mér vængi og ljáðu mér ást. Ég lærði að elska, ég lærði að dást. Þú að ofan hefur gefið mér dís, gefið mér engil sem úr eldinum rís. Nei, ég bara að ljúga, samt sem í álfur, ef þið getur valið upp til þess að búa í heimi þar sem allir var alltaf að ljúga eða þar sem allir var að segja alltaf sannleikann, þá myndu umsvifalaust kjósa sannleikann. Sannleikurinn einfaldlega betri valkosturinn og þar leiðandi sagna bestur. Og ef þú mælir á móti þessu, þá ertu í rauninni að segja að lygin sé sagna best. Því að sögn ekki sannleikur, þá hún lygi. Ég veit ekki hvort við höfum sagt þetta nægilega oft, en við erum alls ekki að segja að sannleikurinn sé alltaf sagna bestur. En hann það í langflestum tilvikum, og þar af leiðandi þegar á heildina litið bestur. Ef við tökum Michael Jordan sem dæmi, þá held ég að við getum öll verið saman það að hann hafi verið besti körfuboltamaður heims. En hann var ekkert bestur í hverjum einasta leik sem hann spilaði. Hann var ekki fullkominn leikmaður, þó svo að hann hafi verið lang bestur. Þetta kannski pínu útúrdúr, en niðurstaðan einföld. Það sem best ekki endilega fullkomið, og ég vil að þið munið þetta. Nú heil umferð búin og þið Gilmore systurnar hafði ekki einu sinni sagt hvað sé best ef sannleikurinn eða ekki. Birnir, svaraðu þessu eða deyðu úr kexi. Auðun, ef sannleikurinn oftar betri en lygar, þá hlýtur hann að vera sagna bestur. Segðu mér hvað best fyrst að þú ert svona sannfærður að það sé ekki sannleikur. Það mætti halda að vera með kex í hausnum. Arnór, krökkum skít samum jólasveinum og tannunum. Þau vilja bara gjafir. Auk þess sem það mun meiri óvinning að ljúga verslingskrökkunum og byggja falskar vonir hjá þeim en að segja þeim bara sannleikann. Hvernig geturðu verið svona vondur í börnin? Litlu saklausum börnin. Arnór, já ok, sannleikurinn ekki sagna bestur. Vegna þess að þú vilt geta haldið áfram að ljúga að börnunum. Þetta vonlaust. Ég játa mig sigurðan, 1.000.000 fyrir Arnór og félögum. Arnór sagði að lygin var ekki eina andstæða sannleikans og myndist til dæmis á ímyndun og skáldskap. Allt í lagi, en eitthvað af þessu best. Ekki sannleikurinn, hvað þá? Svaraði þessu eða játaði sigurðan. Auðun, hvít lygi ekki góð. Hvít lygi hans. Kæru vinir, þegar móðir segir við barn sitt, sannleikurinn sagna bestur. Það hún ekki við. Segðu sannleikann, barnið mitt, þegar nasistarnir koma og spyrja gyðingana sem þú ert að fjalla. Hún á við að sannleikurinn sé dyggð sem stuðli að trausti manna á milli. Hún á við að sannleikurinn í hávegum hafður í bæði lífi og leik. Hún á einfaldlega við að sannleikurinn sé sagna bestur. Fundarstjóri, þessi ræða heitir Hvað klukkan? Hvað klukkan? En ég hann svolítið svangur í rög-mög. Allavega, andmældur mínir hafa reynt að klína því á okkur syni húsbóndans að við séum málsvara lygina. Kjaftaði! Það felst ekki í okkar málsvara! Og þeir sem halda það eru bara einhverjir hálfvitar! Við erum ekki á móti sannleikanum, en við erum heldur ekki tilbúinir að fórna hverju sem fyrir sannleikan. Þetta helsti munurinn á liðinum hér í kvöld. Þó sannleikurinn sé ágættur hann ekki alltaf sagna bestur. Og jafnvel í þeim tilvikum þar sem hann sagna bestur kannski endilega bestur fyrir alla. Því það sem gott fyrir einn getur verið slæmt fyrir annan. Eða hvað, Kitty? Sannleikurinn kannski bara alltaf bestur fyrir alla? Nei. Hann getur bara verið eitthvað tussuleiðilegt og taldi tussuleiðilega hluti. Það ábyggilega tussuleiðilegt að vera afhengbar. Fyrir milljónir manna sökkar sannleikurinn nefnilega geðveikt mikið. Og það dýrmætasta sem þetta fólk á einmitt ekki sannleikurinn heldur þvert á móti ímyndaraflið. Vonin, trúin á eitthvað betra. Ímyndaraflið ekki sannleikurinn, en sannleikurinn það eina sem Anton og félagar vilja hér í kvöld. Og veitir þið hvað? Bí, bí, bí! Og hér ein önnur bæring. Bú, bú, bú! Hvað klukkan? Ég búin að spyrja þessi allt kvöld og ég fæ alltaf mismunandi svör. Þetta fáránlegt. Anton talaði að við veldum á milli sannleiksheims og legaheims myndum við velja sannleiksheiminn. Nei, við myndum velja heiminn í miðjunni sem ykkur hefur yfirsést.
heiminn með sannleika og lygu. Það er augljóst af fyrri umferðinni að MH-ingar ætla að skorast undan verkefni sínu hér í kvöld. Þeim finnst sannleikurinn ekki alltaf bestur. Þetta myndi ganga upp ef umræðinu væri sannleikurinn er yfirleitt bestur. En sorry Bimbo, við samþykktum aldrei það efni og hefðum aldrei gert. Anton sagði að allir hefðu logið einhvern tímann. Já, nákvæmlega. En það hefur reynslan sýnt okkur að lygar geti haft bæði jákvæðar afleiðingar fyrir okkur og fólkið í kringum okkur. Hættið að fullyrða út í loft. Kæru fundargestir og ein upprifjun. Það gengur ekki upp að sannleikurinn sé alltaf bestur fyrir alla. Bestur fyrir alla. Bestur fyrir alla. Önnur upprifjun. Stundum sökkar sannleikurinn og þá er ímdrarnir bara miklu betra. Og þriðja pælingin. Ég á mér leyndarmál og það er bara allt í lagi. Hvað er að því að eiga sér smá leyndarmál, Kitty? Hvað var okkar